dagskrárlið og förum í umræðu aðalskipulag Reykjavíkur, borg fyrir fólk. Og þá tekur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fyrstur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höldum það áfram að ræða nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík sem á að gilda til ársins 2030. Það hefur nú verið í vinnslu í 6 til 7 ár og eiginlega kominn tími til að fara að klára það. Haldnir hafa verið opnir hugmynda- og kynningarfundir í öllum hverfum borgarinnar í nokkrum lotum og þar hefur í tvígang verið leitað eftir hugmyndum borgarbúa og svo hafa megin áherslur aðalskipulagsins verið kynntar og helstu breytingar sem það hefur haft í för með sér fyrir viðkomandi hverfi. Helstu kaflar aðalskipulagsins hafa verið ræddir ítarlega hér í borgarstjórn á undanförnu, borgin við sundin, skapandi borg, græna borgin og nú komið að síðasta kaflanum. Hann ber yfirskriftina Borg fyrir fólk. Það hljómar kannski eins og sjálfsagður hlutur. Eru ekki allar borgir fyrir fólk? Jú, auðvitað. Reykjavík var reyndar á fyrri hluta 20. aldarinnar líka borg fyrir kindur, kýr og hesta og í dag má kannski segja að hún sé borg líka ekki bara fyrir mannfólk, heldur líka fyrir hunda og ketti. En auðvitað hún fyrst og fremst borg fyrir fólk. Og ég ætla hérna í þessu erindi mínu langar mig að setja aðeins svona, eða reyna skulum við segja, að setja þessa aðalskipulagsvinnu sem búin að vera í gangi í nokkur ár eins og fram kom, setja það í samhengi, aðeins sögulegt samhengi og líka í samhengi við það sem rætt og ritað erlendis og við stefnu sem tekin í öðrum borgum þessar mundir. Borgir hafa byggst upp sem verslunarstaðir, sem virki, sem valdamiðstöðvar og á síðustu öldum sem framleiðslu- og þjónustustaðir, menningar- og menntastaðir, fjármálamiðstöðvar, ferðamannastaðir og þannig mætti lengi telja. Mannkynið hefur reyndar lengst af í svona 100.000 ár og kannski lengur, búið mjög strjálbýlt og stundað einhvers konar sjálfsþurftarbúskap en undanfarnar aldir og þó sérstaklega undanfarna áratugi hefur átt sér farið af stað sannkallaðir þjóðflutningar úr strjálbýlinu í þéttbýlið. Mannfjöldaskýrslur Sameinuðu þjóðanna spá sprengingu í vexti borga næstu áratugina. Árið 1950 bjó þriðjungur mannkyns í borgum og bæjum í veröldinni. Árið 2008 náði borgarvæðingin því stigi að í fyrsta sinn bjó meir en helmingur mannkyns eða rúmlega 3,3 milljarður manna í borgum og bæjum. En reiknað með að árið 2030 þá verða komið yfir 60% mannkynsins sem muni þá búa í borgum og bæjum eða yfir 5 milljarðar. En 90% allrar þessarar mannfjölgunar á þessum tíma mun eiga sér stað í borgum. Í skýrslum kemur fram að vöxtur borganna talinn vera langmestur í Asíu og Afríku, enda borgarvæðingin komin styst á veg í þessum heimshlutum. Borgarbúar í þróunarlöndunum verða tæplega 4 milljarðar árið 2030 eða 80% af öllum borgarbúum jarðarinnar. Þessar breytingar í raun önnur bylgja stórfelldrar borgarvæðingar í sögu mannkynsins. Fyrra bylgjan átti sér stað sirka frá 1750 til 1950 í Evrópu og Norður-Ameríku í kjölfar iðnvæðingar og breyttra samfélagshátta. Þegar tala borgarbúa þrítugfaldaðist á 2 öldum, hún óx úr 15 milljónum í 423 milljónir. En aldamót árið 2000 bjuggu tæplega 80% Vesturlandabúa í þéttbýli. Talið að
hlutfallið árið 2030 fara að nálgast 90%. Borgir draga sem sagt til sín fólk og ástæðurnar eru auðvitað margvíslegar. Þær bjóða upp á fjölbreyttari atvinnumöguleika en dreifbýlið, fjölbreyttari menntun, fleiri hugmyndir, meira frjálsræði, meira stuð, fjölbreyttari og fleiri veitingahús, leikhús, söfn, bíó, hærri laun, meira öryggi, minni ferða og flutningskostnað og í mörgum tilfellum lengra líf. Síðastliðin 20 ár, það var ég að lesa daginn, hefur meðal mannsævin í Bandaríkjunum lengst 2,5 ár, í Bandaríkjunum öllum en 6,5 ár í New York. Afleiðingarnar af hinum mikla vexti borganna eru róttækar breytingar og lifnaðarháttum, efnahagslífi, menningu og jafnvel hugsun og skynjun. Efnahagslegt og félagslegt hlutskipti mannsins ákvarðast að miklu leyti í hinu sameiginlega umhverfi borganna, borgarbúanna, ætla ég að segja. Borgarumhverfið skapar sjálf lífsgæðin sem stór hluti mannkynsins býr við. Það því eins gott að vanda sig við borgarskipulagið. Lífsgæði í borgarumhverfinu eru lykilorð á okkar tíma. Kaflinn Borg fyrir fólk felur í sér stefnumörkun lífsgæði borgarbúa og gæði í hinu manngerða umhverfi borgarinnar. Stefnan sú að setja manneskjuna í öndvegi í borgarskipulaginu. Segja má að allt frá seinni heimsstyrjöldinni hafi það verið ríkjandi stefna í flestum borgum að byggja sem mest fyrir allt fólkið sem var að flytjast í borgirnar og fæðast þar og skapa leið greiðfærar leiðir í borgunum fyrir almenningssamgöngur og svo í sívaxandi mæli fyrir bílaumferð. Í Reykjavík hefur bílaumferðin smátt og smátt lagt borginu undir sig, rétt eins og í flestum amerískum borgum og reyndar líka í mörgum evrópskum borgum. Skipulagsmál hafa því í æ ríkara mæli snúist umferðarmannvirki síðustu áratugina. Í Borgartúninu starfa módelsmiðir sem að gera módel af borginni. Þeir hafa sem betur fer varðveitt nokkur gömul módel af borgarhlutum. Þar á meðal annars sjá módel af miklu hraðbrautarskipulagi frá 7. áratugnum. Hraðbrautin átti að tengja Suðurgötu við Geirsgötu sem átti að koma svífandi fram hjá höfninni. Suðurgötu hraðbrautin átti að ryðja Grjótaþorpinu alfarið í burtu. Önnur hraðbraut átti að tengja Túngötu og þar með Vesturbæinn við Snorrabraut. Hún átti að ganga í gegnum Kirkjustræti og í gegnum húsin við Lækjargötu og upp Amtmannsstíg, í gegnum gamla fangelsi við Skólavörðustíg og upp á Grettisgötu og þaðan á Snorrabraut. Það lá mikið á, hið glæsilega hús Uppsalir á horni Aðalstrætis og Túngötu var rifið og sama má segja eitt fallegast og stærsta timburhúsið í bænum, Amtmannshúsið við Amtmannsstíg. Það var rifið líka. En þessar stórbrotnu hraðbrautarhugmyndir hér í Reykjavík á 7. áratugnum kom upp á nákvæmlega sama tíma og Robert Moses, skipulagsstjóri New York, setti fram áætlanir upplyftar hraðbraut í gegnum Lower eða lægri Manhattan frá East River til Hudson Bay. Allt skipulag átti að snúast að bílar kæmust viðstöðulaust og sem hraðast í gegnum borgina. Það var í huga Robert Moses eini alvöru mælikvarðinn á gæði borga. Endurnýjun borgarinnar átti öll að snúast það. Borgir voru skapaðir vegna umferðar og fyrir umferð. Borgir án umferðar eru draugabæir, var einu sinni haft eftir Robert Moses. Í frægri bók sinni sem blaðamaðurinn Jane Jacobs skrifaði líf og dauða merkra amerískra borga, þessi bók kom út 1961, beindi hún athygli sinni að lífi fólksins á götum borgarinnar, á gangstéttum og torgum. Jane Jacobs kom með hugtök inn í borgarumræðuna eins og öryggi, lífshamingja, lífsgæði, grenndarkennd og hún kom með ný hugtök sem hafi verið notuð mjög mikið síðan eins og augun á götunni og félagsauður. Og hún benti sem sagt á það að allar þessar stóru hraðbrautar-áætlanir sem áttu að ryðja gömlu borgarhlutanum í burtu, að þar yfirsæist mönnum algjörlega hinn eiginlegu verðmæti í borgarumhverfinu sjálfum. Það nefnilega lífið á götum borgarinnar.
10 árum síðar, árið 1971, skrifaði danski arkitektinn Jan Gehl bókina lífið milli húsanna, þar sem hann benti með sannfærandi rökum og ótal dæmum á hversu mikilvægar göturnar og gangstéttirnar eru í borgunum, þetta almenningsrými milli húsanna, hversu mikilvægt það fyrir lífið í borgunum. En það má segja að viðhorf Roberts Moses í New York og skipulagsyfirvalda í Reykjavík á 7. áratugnum, allt undir góðum fyrirheitum og góðum ásetningi auðvitað, hafi orðið ofan á með mjög afdrifaríkum afleiðingum. Borgirnar sundruðust og dreifðust út allt, óbrúanlegar gjár, hraðbrauta, skilja að hverfi og skapa mengun í hlutfalli við það. En síðastliðin 10, 20, 25 ár hefur þetta verið snúast við og nú vilja allar borgir vera sem lífvænlegastar. Nú allstaðar leita leiðsagnar hjá Jane Jacobs og Jan Gehl með áherslu sínar á lífið milli húsanna, á félagsauðinn og augun á götunni. Lífvænleiki borga orðinn mjög mikilvægur mælikvarði á borgirnar. Ótal tímarit eru með alls kyns lista það hverjar séu lífvænlegustu borgirnar. Og þannig þessi umræða út allt. Ég vitnaði hér þegar ég talaði síðast í ágætan forstöðumann borgarhönnuðar í Melbourne í Ástralíu, en sú borg þykir hafa mjög langt á þeirri leið að snúa mjög mikilli bílaborg í dálítið mannvænni og vistvænni borg. Og hann hefur orðið undir miklum áhrifum af kenningum Jan Gehls og Jane Jacobs. Jan Gehl hefur verið ráðgjafi í Melbourne eins og hann hefur verið í New York. Og Rob Adamson heldur því fram að þetta sé í rauninni ekkert svo óskaplega erfitt að gera borgirnar mannvænni, ekki síst miðborgirnar. Það þurfi að setja skýrar hæðatakmarkanir, það megi ekki byggja of há hús. Það þurfi að virða merkilegar byggingarhefðir og staðaranda á hverjum stað og það sé mjög nauðsynlegt að allar byggingar séu byggðar alveg að götunni en ekki skilið eftir stór bílastæði milli byggingar og götu og það þurfi að vanda sig vel við val og hönnun á opinberum rýmum. Ég nefni þetta af því að nú ætla ég að koma að hinu eiginlegu umræðuefni, nefnilega aðalskipulaginu sem núna í vinnu og kaflanum Borg fyrir fólk. Ég nefni þetta svo ég endurtaki það vegna þess að mér finnst það mjög mikilvægt að það sé alveg ljóst að þetta aðalskipulag sem mun heita aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030, það verður ekki til úr engu, það verður ekki til í tómarúmi, það verður til við ákveðnar aðstæður og ákveðnum tíma hér í veröldinni, byrjun 21. aldarinnar og það hefur einfaldlega safnast upp víða lönd, víða borgir, gríðarlega mikil reynsla, gríðarlega mikil þekking á borgarskipulagi, á því hvað hefur virkað vel og hvað hefur ekki virkað vel, hvað hefur orðið til þess að gera sumar borgir aðlaðandi, lífvænlegar, fallegar og vistvænar, vinsælar og hvað hefur orðið til þess að gera sumar borgir þannig að þær einhvern veginn ekkert af þessu. Það ótt að segja að það sé í þessum viðhorfum sem eins og rauður þráður í þessum drögum að aðalskipulagi og í kaflanum Borg fyrir fólk, eins og verið að vinna svo víða að þá sé það hinn mannlegi skali sem sé hinn rauði þráður. Það ekki talið lengur að gott skipulag snúist það að byggja sem mest magn af byggingum eða skapa sem breiðastar og greiðfarastar leiðir fyrir bílaumferðina, heldur snýst það einmitt lífsgæðin í borgarrýminu sjálfu, á götunum, á torgunum og í görðunum. Og það má kannski segja það að útgangspunkturinn í öllir þessari vinnu sé manneskjan sjálf, til að mynda frekar en bíllinn. Kannski má segja að þetta skipulag, þessi skipulagsvinna og þær skipulagsstefnur sem eru mest áberandi í dag, að þær felast einhvern veginn í því að maðurinn kemst aftur niður á fæturna. Maðurinn hefur gengið á fótunum í 100.000 ár en hann hefur ekki setið á rassinum í bíl nema í 80 ár og rassinn í bílnum verður sífellt stærri
Endalaus bílismi hefur meðal annars leitt til mikils hreyfingarleysis og það í alvörunni talið í Bandaríkjunum til að mynda af offituvandinn þar stafi meðal annars af hreyfingarleysi fólks og því hvað skipulag borga og bæja þar víða ofboðslega bílmiðað þannig að þú kemst nákvæmlega ekki neitt nema á bílnum og rassinn stækkar samkvæmt því. Við sem vorum hérna á ágætum kynningarfundi í Portland síðastliðið haust, við sáum þar hvernig mjög metnaðarfull borgaryfirvöld bæði í Portland og í Seattle eru að reyna að snúa þessu dæmi við alveg eins og við erum að reyna að gera hér og ætlum að gera hér á landi með þessu nýja aðalskipulagi fyrir borgina. Og mig langar með leyfi forseta að lesa hérna stuttan kafla sem eins konar formáli hér í drögum sem ég með útprentuð. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig hinn endanlega gerð þessa texta verður þegar þetta verður endanlega samþykkt og komið út vonandi í fallegri og aðgengilegri og ekki mjög dýrri bók svo allir geti notið þess. En í formálanum að kaflanum borg fyrir fólk þar stendur með leyfi forseta: Borg fyrir fólk leiðarljós vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins. Í stað áherslu á byggingarmagn og umferðarrýmd sjónum beint að hinu smáa og fíngerða í borgarumhverfinu, því sem raunverulega skapar umgjörð líf fólks. Með því að setja manneskjunni í öndvegi og forgangsraða í hennar þágu við stefnumótun til framtíðar stigin skref í átt til betra borgarsamfélags. Gæði borgarumhverfisins lykill að aðdráttarafli og samkeppnishæfni Reykjavíkur. Markmiðið að tryggja hágæða hönnun og vistvænar lausnir í nýjum hverfum borgarinnar, auka gæði í núverandi hverfum og styrkja innviði þeirra. Og ef ég má lesa aðeins meira með leyfi forseta, markmiðið að hverfi borgarinnar verði sjálfbærari, mannvænni og fjölbreyttari, þar sem allir þessi félagshópar fá tækifæri til búsetu. Hvert hverfi hafi sinn kjarna svo að dagleg verslun og þjónusta verði í sem mestri nálægð við íbúa hverfanna og sem flestir sjá sér fært að sækja þjónustu innan hverfisins gangandi eða hjólana. Stefna aðalskipulagsins borgarvernd, hæðir húsa, götuna sem borgarrými, vistvænar byggingar, kaupmanninn á horninu, bílastæði og húsnæðismál verður leiðarvísir við gerð hverfis og deiliskipulags og við mat og uppbyggingu og hönnun almenningsrýma. Í þessum stikkorðum sem voru nefnd hér í þessum formála, nefnilega borgarvernd, gæði byggðar, gatan sem borgarrými, hæðir húsa, húsnæði fyrir alla, bílastæðastefna og kaupmaðurinn á horninu, felst mjög vel, að mínu mati mjög vel útfærð og nákvæm áætlun á því hvernig hægt að ná þessum markmiðum. Og eitt af mikilvægast eins og ég hef nefnt hér í þessari tölu minni áherslan í þessu aðalskipulagi á götuna sem borgarrými, sem konar samrými borgarbúana. Ég ætla ekki að fara mjög nauðið út í þessa þætti sem ég nefndi hér. Borgarfulltrúinn Elsa Jeoman mun væntanlega gera það betur hér og eftir. Þó langar mig að nefna það sem stendur og kemur fram hérna borgarrýmið, að of stór hluti borgarlandsins, með leyfi forseta, þetta tilvitnun, fer í aðalskipulagsdrauginn, fer undir götur og samgöngumannvirki, alltaf 48% af þéttbýli borgarinnar og þá stærri útivistarsvæðin undanskilin reyndar, fer undir samgöngur og helgunarsvæði þeirra. Það þýðir í raun að yfir 80% af opnum rýmum í Reykjavík milli húsan í borginni fer undir samgöngur. Þessar staðreyndir undirstrika nauðsyn þess að meta götur ekki eingöngu sem samgönguæðar heldur einnig sem hluta af almenningsrými borgarinnar. Það undirstrika einnig mikilvægi þess að setja fram heildstæðar og markvissar áætlanir hönnun og skipulag þessara rýma, skapa borg þar sem húsið, gatan og opna rýmið mynda eina órofa heild, þar sem byggingar standa fast upp að götu eða opnu rými en ekki aðskildar frá með bílastæðum. Þar sem byggingarnar mætast á götuhornum og skapa heildstæða götumynd, framhliðar húsa og inngangar snúa götum og öðrum opnum rýmum og myndi heild með götunni. Sum sé
afturhvarf á vissan hátt til hinnar klassískru borgarmyndar, þeirrar borgarmyndar sem við Íslendingar þekkjum afskaplega vel úr sumum hlutum Reykjavíkur og einnig í mörgum þeirra borga sem að Íslendingar elska að heimsækja í Evrópu og reyndar Bandaríkjunum líka. En varðandi gatnakerfið þá það líka meginatriði og dálítið róttækt skref að samkvæmt eða í þessu aðalskipulagi horfið frá hinni gömlu módernísku flokkun gatnanna í húsagötur, tengigötur, safngötur og hraðbrautir. Þetta má í rauninni rekja allt til sáttmálans eða yfirlýsingarnar frá 1935 undir forystu franska arkitektins Le Corbusier sem að leit á borgina sem eins konar vél og flokkaði göturnar eftir funksjónum en hafði engan áhuga á götunum sem lífsrými. Þetta kerfi hefur reynst í rauninni ýta undir sífellt meiri þörf fyrir bílaeign og fyrir umferð. Það hefur átt mjög mikið þátt í því að borgirnar hafa þanist út endalaust og umferðin hefur safnast saman á mjög stórum umferðaræðum sem hafa klofið hverfin í tvennt og við þekkjum það, Miklubraut og fleiri götur sem eru þannig. Meiningin í samkvæmt þessu aðalskipulagi að rauninni að hverfa frá þessu skipulagi og líta á allar göturnar í borginni sem borgargötur og borgargötur þær eru ekki hannaðar til að afkasta sem allra mestri bílaumferð heldur sem borgarrými þar sem að margs konar ferðamátar eru notaðir. Þetta snýst sem sagt alls ekki það að útunum að bílnum langt í frá. Bíllinn verður samkvæmt þessu skipulagi ríkjandi ferðamáti næstu áratugina en aðrir ferðamátar fá einfaldlega meira rými, almenningssamgöngur, hjól og fótgangandi vegfarendur. Samkvæmt þeim plönum sem hér eru settar fram og hafa margoft verið kynntar þá það þannig að í dag að ca. 75% borgarbúa fara einir á bíl í og úr vinnu. Ef þetta nær fram að ganga þær áætlanir sem settar eru fram í aðalskipulaginu þá það komið niður í 58% sem þýðir að eftir 20 ár munu allir þeir sem geta ekki hugsað sér að fara öðruvísi en á bíl í og úr vinnu geta gert það. Hinir sem vildu gjarnan eiga aðra kosti munu þá hafa þá valkosti. Og heitið borgargata það vísar auðvitað líka til svona klassískra borgargatna í þéttri byggð þar sem húsin standa við götuna og þær mynda órofa, samfellda heild og mynda þannig skjól sem vantar yfirleitt illilega í hina gisnu dreifðu borg þar sem að gatnakerfið þjónar eingöngu bílaumferð að því þegar þú situr í bíl ert þú í skjóli og það skiptir þig engu máli hvort það rok á milli húsanna eða ekki. Umhverfi skiptir því í rauninni engu máli, heldur eingöngu að koma sem hraðast frá A til B. Þarfir hins gangandi vegfarenda eru allt aðrar og að mínu mati þetta skipulag gengur þá út frá þörfum hinnar fótgangandi mannesku. Svo það annað hérna sem ég langar að nefna líka, það bíla- og hjólastæðastefna sem skiptir miklu máli að það sem sagt horfið frá því eða minnkaðar verulegar kröfur sem sagt lágmarks bílastæðafjölda en þó þessu skipt upp í 3 svæði, miðborgarsvæði og svo svæði sem eru milli miðborgar og vestan Elliðaáa og síðan svæði austan Elliðaáa og ég ætla ekki að fara mikið út í það nema ég get nefnt það sem dæmi að í miðborgarsvæðinu gert ráð fyrir 1 stæði á íbúð, 2 stæðum á sérbíli sem stærri en 180 fermetrar, 0,2 bílastæði á námsmannaíbúðir, 1 stæði hámark og 50 fermetra atvinnuhúsnæði og eingöngu stæði fyrir starfsfólk og hreyfihamlað við framhaldsskóla og svo eru nokkuð ríkulegar kröfur reiðhjól við íbúðarhús og ekki síst skóla og vinnustæði. Eins og ég nefndi áðan þá hérna fjallað hæðir húsa og þá koma sem sagt eru ákveðin viðmið gefin hvar telst vera eðlilegt að reisa hús sem eru kannski hærri en 6 hæður og hvað ekki, þannig að það sé ekki tilviljunum háð hvar háhýsin hafa verið byggð en svo hefur svolítið verið hingað til. Það ágætis
grein gerð fyrir mikilvægi borgarverndar þar sem að yfirbragð byggðarinnar, staðbundin og söguleg sérkenni í húsagerðinni virt og þegar byggt nýtt við þá séu þessi staðarandi, þessi sérstaki staðarandi sem í Reykjavík virtur. Það kafli hérna sem kallast húsnæði fyrir alla og eiginlega ákall það að það þurfi að aðlaga húsnæðisstefnuna og uppbyggingu þá í samræmi við það við mjög breytta samfélagsgerð. Einhvers staðar var ég að sjá það að hin klassíska kjarnafjölskylda sem eru foreldrar og 2 börn og kannski 1 hundur undir 20% af heimilum í borginni í dag. Yfirgnæfandi heimila í rauninni einstaklingar og þar að auki hefur húsnæðisþörfin aukist gríðarlega að því leyti að árið 1920 voru það bil 5 einstaklingar per íbúð. Í dag það 2,4 einstaklingar per íbúð og það búist við því í lok aðalskipulagstímabilsins árið 2030 að þá verða komin niður í 2,2 einstaklingar per íbúð og það þýðir það að það þarf að byggja hlutfallslega fleiri íbúðir en hafa verið hér fram að þessu og þannig Reykjavík að fylgja nákvæmlega sömu þróun og á sér stað í öllum vestrænum borgum og allt snýst þetta líka breyttan lífstíl fólks. Fólk meira á ferð og flugi, það hentar ekki öllum að steypa sér strax út í miklar húsnæðisskuldir. Fólk vill hugsanlega geta leigt litla íbúð í 2-3 ár og síðan fer það af landi brottið í einhver aðra borg eða bæ. Þannig að húsnæði fyrir alla eins og ég skil það snýst fyrst og fremst sveigjanlega húsnæðisstefnu sem aðlaga sig að þörfum hvers tíma. Og svo hér kafli kaupmanninn á horninu og það eru settar fram hér ákveðnar leiðir, ákveðin viðmið sem eiga að gera það kleift í skipulaginu að efla hverfisþjónustu, efla hverfin sem sjálfbærar einingar og þar með þjónustu á borð við verslun og einnig að koma í veg fyrir það að maturverslanir geti risið upp eins og hefur gerst hér í stórum stálskemmum á athafnasvæðum fyrir utan hverfin sem í rauninni liður í þessum mikla bílisma. Sum sé kaupmaðurinn á horninu, hann kemur kannski aldrei aftur í þeirri mynd sem hann var, samfélagið svo breytt, en þetta aðalskipulag gerir ráð fyrir því að efla þá þjónustu sem felst í því, þá mikilvægu þjónustu, þau mikilvægu lífsgæði líka sem felst í því að geta rölt sér á 2 jafnfljótum út í búð og keypt sér í matinn í stað þess að þurfa að fara allra sinna ferða alltaf á bíl. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég ætla þó að nefna það að ég hef vitnað hér áður í merkilega skýrslu sem Byggðastofnun Sameinuðu þjóðanna, UN Habitat, hefur gefið út. Þeir gefa út skýrslur á 2 ára fresti og nýjasta skýrslan, ég held ég hef getið það áður, heitir City Prosperity Index eða Cities of Prosperity raunar og þar eru settir fram mælikvarðar eða eins konar stuðlar til þess að reyna að meta raunverulega velsæld eða velmegun eða ríkidæmi í borgum og það eru nefndir nokkrir þættir eins og framleiðni sem eflir efnahagslífið, fjölgar störfum, innviðir sjá borgum fyrir nægu vatni, heilsugæslu, vegakerfi og svo framvegis, lífsgæði og auka samnýtingu og almenningsrými í borginni, jöfnuður tryggir að allir eigi þess kost að njóta hagsældarinnar sem borgin skapar og svo það umhverfisleg sjálfbærni en þetta sett síðan í þessar ágætu skýrslu í samhengi við skipulagsákvarðanir og útfærslu á skipulagi borganna og til að nýta þennan stuðul og þar finnst mér vera rauður þráður að það mikil áhersla á almenningssamgöngur, almenningsskóla og heilsugæslu fyrir almenning, að það sé hluti af skipulaginu. Skipulagið má ekki vera til þess að útiloka vissa þjóðfélagshópa. Það má ekki láta undan öflum sem að þrýsta stöðugt að fá öll bestu byggingarsvæðin verði frátekin fyrir sterkefnað fólk en að lágtekjufólk þurfa að gera sér að góða að búa á lökustu svæðunum.
Og það líka bannað að skapa lífsgæði fyrir útvalda í borginni með því að skerða lífsgæði annarra. Það kemur einnig fram í þessari miklu skýrslu að það sé nauðsynlegt að þétta byggðina og nýta landið vel, því það dregur úr þeim mikla samfélagskostnað og sóun á landi sem hömlulaus útþensla byggðarinnar hefur haft í för með sér. Vegalengdir verið styttri, nærþjónusta eykst, almenningssamgöngur eflast. Og skipulagið á að ýta undir félagslega blöndun í borgarhverfunum svo þau verði ekki of einsleitt, og það er mjög mikilvægt að samgöngumátar séu sem fjölbreyttastir svo fólk hafi raunverulega valkosti. Þannig eru áherslurnar hjá Byggðastofnun Sameinuðu þjóðanna í skýrslunni fyrir árin 2012-2013. Mikilvæg stikkorð fyrir borg 21. aldarinnar, lífsgæði, fjölbreytni, öryggi, hreyfanleiki, jöfnuður. Þannig er hin mannvæna borg 21. aldarinnar, þannig er borg fyrir fólk. Þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þá erum við að taka til umræðu hér, ég veit ekki eiginlega hvaða skipti það er, en ég held að sé síðasta skipti allavega, sem við tökum til umfjöllunar kafla úr aðalskipulagi Reykjavíkur frá 2010 til 2030 og sú umræða hefur stundum verið nokkuð áhugaverð, en mér finnst við eiginlega komin á þann stað núna þegar við erum að ræða það sem að kallað hefur verið borg fyrir fólk í þessum kafla svolítið að fara í hringi. Við erum búin að ræða margt af þessu áður, við erum búin að ræða hér göturnar og við erum búin að ræða skapandi borg og atvinnulífið og samgöngur eiginlega fram og tilbaka, þannig að ég ætla nú ekki að fara að þreyta borgarstjórn með mjög hástemmdum yfirlýsingum eða tilvitnunum í einhverja fræga arkitekta og fræðimenn út heim. Það gleður fáa held ég. Ætla bara svona aðeins að renna yfir nokkur atriði sem að eru svona hluti af þessum kafla aðalskipulagsins og svona svipað á síðasta fundi þar sem að þetta var til umfjöllun, og þá vil ég benda á það að svona þær upplýsingar og samantektir sem við erum að fjalla í tengslum við aðalskipulagið eru nokkuð viðamiklar, fullmiklar, mikið af texta og upplýsingum sem að verður svolítið að greina frá kjarnanum þegar á hólminn er komið og við förum að ræða aðalskipulagið í heild sinni. Þetta á til dæmis við núna hér þennan kafla borgarvernd, þar sem að framkemur svona svolítið aðdragandi að borgarverndarstefnunni. Það var á síðasta kjörtímabili, svo ég þekki nú þann aðdraganda nokkuð vel og ég held að það hafi gerst svona einhvern tímann mitt síðasta kjörtímabil og það kannski svona svolítið minnir okkur á það hvað þetta aðalskipulag hefur tekið langan tíma í vinnslu. Ég þeirra skoðunar að það hefur tekið full langan tíma í vinnslu, þó það sé gott að hugsa hlutina og fara vel yfir þá. Þá er þetta orðið þriðja ár, eða nokkuð vel á þriðja ár þessa meirihluta, en aðalskipulag var auðvitað komið talsvert langt þegar að þessi meirihluti tók við í júní árið 2010. En í þessum kafla borgarvernd er til dæmis svona farið yfir þennan aðdraganda og frá þeim ráðgjafahópi sem að leita var til og þeirra mætu manna og kvenna sem að í honum sátu. En meðal þess sem að kannski gerði þá vinnu svolítið erfið er það sem aðeins er minnst á hér, en kemur kannski aðalskipulaginu ekkert við. En það er að sá hópur lagði til að skipuð yrði ráðgjafanefnd sem fjallaði alla borgarvernd og allar breytingar á byggingum sem að nytu borgarverndar og að niðurstaða þess ráðgjafahóps yrði bindandi og þar með væri ákvörðunarvaldi komið úr höndum skipulagsráðs yfir í þennan hóp. Að öðru sem að ég held að borgarfulltrúar séu sammála mér að það er ekki skynsamleg leið til þess að tryggja borgarvernd og húsvernd í Reykjavík. Að öðru leyti finnst mér þessi markmið borgarvernd vera mjög góð og mikilvægt að hafa borgarverndarstefnu sem hluta af aðalskipulagi. Hún hefur verið skilgreind innan hringbrautarinnar gömlu eins og hún liggur fyrir og það er auðvitað gott og vel. Ýmislegt annað hérna sem að kemur fram í þessu, ég kannski fer svo svona öfuga leið við það sem að borgarfulltrúinn hér á undan mér var að tala hann myndist á til dæmis á
umferðina og borgargötur og hvernig þær koma til með að breytast, hvernig bílaumferðin kemur til með að fara af stórum umferðaræðum og þá inn í borgarhverfin eins og lýst hefur verið, og við höfum því miður afskaplega vonda reynslu af því. Reynslu af því til dæmis á Víkurvegi, Strandvegi, þar sem að gatan Strandvegur hefur verið þrengdur og sett á hann umferðar hraðahindranir sem að hafa leitt til þess að íbúar hafa orðið fyrir verulegu ónæði vegna aukinnar umferðar upp á Spönginni og inn í hverfum Grafarvogs. Og þetta svona það sem að við verðum auðvitað að hafa hugfast, að við séum ekki að leiða til þess, og það tengist líka þessari umræðu sem hér var mjög mikið fyrir á kjörtímabilinu sem að varða Landspítalann, þar sem er alveg ljóst að sú leið þessa meirihluta að sinna engum breytingu eða mótmælisaðgerðum í umferðinni í tengslum við þá miklu umferð sem er í kringum Landspítalann mun auðvitað leiða til þess að umferðin mun fara inn í Þingholtin og inn í umferðargöturnar liggjandi hverfi og valda þar verulegri hættu. Það er gott að sjá kafla hér hæðir húsa. Það er eitthvað sem var jafnframt og búið að vera að vinna að og einn af okkar allra bestu arkitektum inn á skipulagssviði eða umhverfisskipulagssviði eins og kannski heitir núna hefur verið að vinna að þessu og koma með tillögur að því. Ég hnýt þó það að hér er verið að setja ákveðin svæði inn þar sem að hæðir húsa eru takmarkaðar til dæmis við 5 hæðir og þar er undanskilið algjörlega það svæði þar sem að Landspítalinn nýsamþykkt deiliskipulag Landspítalans sem auðvitað 6 hæðir. Þannig að það er merkilegt að þessi meirihluti er að setja sér reglur og setja reglur til framtíðar sem hann er ekki að fara eftir í nútíð. Og það er nú svona umhugsunarefni og maður auðvitað velti fyrir sig hvort að það sé akkurat það sama sem mun gera á einu svonefnda lýsisreit, það sem jafnframt er verið að setja ákveðna hámarksstærð á hús en það deiliskipulag reyndar ekki samþykkt en eins og kannski sumt benti til miðað við þá vinnu sem verður að vinna inn í skipulagsráði inn á skipulagssviði að þau hús sem að það rísa muni fara yfir þau markmið sem að settur eru fram í aðalskipulagi. Þetta er óneitanlega nokkuð umhugsunarefni en öðru leyti að hafa hæðir húsa að hámarki að meðaltali Reykjavík 5 hæðir finnst mér vera ágætis leið og þær slóðir sem að settar hafa verið inn hér varðandi möguleika á meiri hæðum með það finnst mér jafnframt líka lofa ágætlega góðu. Kaupmaðurinn á horninu er eitthvað svona rómantískt hugtak sem að við tölum mjög oft hér í borgarstjórn. Ég var hér fyrir nokkrum fundum í borgarstjórn að benda á ákveðna leið sem að einn arkitekt sem ég held að sé nú ennþá varamaður í skipulagsráði kom með og ég ætla nú ekki að fara með það aftur hér. Mér finnst þetta svolítið mikil rómantík og ég er hugsi yfir þeirri leið sem setti fram hérna í þessum drögum sem að snýra því að þau fyrirtæki sem að nú stunda matvöruverslun í stórmörkuðum inn á athafnasvæðum að þau fái bara ákveðin kvóta. Þannig að til dæmis þær verslanir, þá nefni ég bara Krónuna, Bónus og eitthvað fleira, Æsland sem eru núna út á Granda og víðar auðvitað inn á athafnasvæðum borgarinnar að þau komi til með að hafa kvóta og þurfa þá ekki að ágjöra því að það komi einhverju keppinautar að fara að ónáða þau á þessum slóðum og veita samkeppni við þessi stóru fyrirtæki. Og ég held að borgarfulltrúar sem að væri nú gott að myndi fylgjast með ættu nú að hugleiða það hvort að það sé svo stefna sem við viljum stefna að takmarka samkeppni í matvöruverslun í Reykjavík og svo hitt að hvort við viljum þá að fasteigna eigendur slíkra verslunarhúsnæðis fái kvóta á þessum slóðum inn á athafnasvæðum og þar með auðvitað eykst verðmæti þeirra eigna. Við höfum kvóta, við höfum svona skilmála upp í Spönginni og við höfum svona skilmála í Grafarholtinu og ég verð að segja að það fyrir mitt leyti mér finnst ekki gefast vel. Þetta var Spöngin og þeir skilmála sem setti voru þar var í tíð Erlistan, einhvers tímann í kringum 1999 eða 2000 og það var mjög gagnrýnt og það verður auðvitað orðið til þess að það eru engin kaupmaður á horninu vaxið og dafnaði eða látið á sig kræla í Grafarvoginum, né heldur í Grafarholtinu. Þannig að þetta, það er nú svona
ekki bæði haldið og sleppt í þessum efnum og mér finnst þá, ef að það er raunverulegur vilji þeirra sem að hér er í meira hluta að gera einhverja breytingar á þessu og heimila kaupmönnum á horninu að vaxa og dafna, annars er bara í 101 sem er alltaf sama, einhvern veginn sami fókusin hér í borgarstjórn því miður, vaxa og dafna í Grafavogi, þá er auðvitað fyrsta skref að aflétta þeim kvöðum sem að gilda á öðrum athafnasvæðum í Grafavogi heldur en Spönginni, að ekki megi reisa þar matvöruverslun. Og það verður þá að geta að sjá hvað kemur út úr því, hvort að það verður þá til þess að kaupmenn, svokallaðir kaupmenn á horninu, að þeir komi til með að hefja starfsemi þar. Þetta er nú svona kannski meginmálið í því sem að ég vildi bara nefna hér. Þessi texti er ákaflega mikill og nú fyrir að styttast í það að við förum að ræða aðalskipulag eins og það raunverulega verður í endanlegri mynd, væntanlegri styttri útgáfu heldur en þetta og við förum að takast á það hér í borgarstjórn, ef maður rétt að það var það 9. apríl sem að settur hefur verið sem umræða aðalskipulagsins hér í borgarstjórn og ég hlakka bara til að fara þá yfir það sem að eftir situr þar, auðvitað fyrst eftir að fara í gegnum skipulagsráð og borgarráð og síðan í mikið samráðsferli í sumar sem var nú kannski eitthvað sem að ég ætla nú að biðja borgarfulltrúum að velta fyrir sig hvort það sé nú besta leiðin að sé að kynna aðalskipulagið á sumarlagi og síðan er meiningin að það verði samþykkt í september á þessu ári. Nú það er nú gott og vel, ekki vil ég fara að tefja mikið aðalskipulagið úr því sem komið er og eftir allan þann tíma sem þetta er búið þegar að taka. En einhvað síður að þá held ég að það sé ekki sérstaklega heppilegt að fara að kynna þetta í júlí og ágúst. Það má búast við því að verði ýmsar athugasemdir við þetta skipulag. Það er nokkrar breytingar þarna frá því sem að nú er og það verður þá bara að koma í ljós en ég vil þá bara brýna borgarfulltrúa að taka tillit til slíkra athugasemda og fara ekki þá leið sem farið var þegar verið var að breyta deiliskipulagi til dæmis Landspítalans þar sem að þrátt fyrir mikil mótmæli og margar ábendingar var ekki hlustað á þá sem að þau báru fram. En að öðru leyti ætla ég nú ekki að fara, auðvitað gæti maður tekið upp svona ýmislegt hér og þar í þessum texta og þessum gröfum sem að hérna hefur verið lögð fram. Sé ekki alveg beint ástæðu til þess og fara svo að endurtaka það aftur innan fárra vikna og svona bara innan skamms tíma, þannig að ég læt þetta duga í bili. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Jómann. Forseti, kæra borgarstjórn. Borg fyrir fólk. Reykjavík er ung borg og vöxtur hennar hefur verið ör undanfarna áratugi. Áhersla aðalskipulags undanfarinna ára hefur verið að skapa skilyrði fyrir áframhaldandi vöxt borgarinnar. Að tryggja að borgin sé undir það búin að mæta væntanlegri fjölgun íbúa og starfa og tryggja góðar samgöngur. En aðalskipulag fjallar ekki eingöngu hvar megi byggja og hversu mikið, heldur einnig mótun og yfirbragð nýrra og eldri byggðar. Hvers konar hverfi viljum við skapa? Hvernig lífsgæði viljum við tryggja í hverfum borgarinnar? Hvernig ætlum við að tryggja húsnæði fyrir alla félagshópa og stuðla að félagslegri blöndun? Hvaða svæði viljum við vernda fyrir uppbyggingu og breytingum? Hvaða kröfur við viljum setja hönnun í okkar nánasta umhverfi? Hvernig aukum við aðdráttarafl borgarinnar fyrir nýja íbúa, fyrirtæki og gesti okkar? Hvernig getum við gert Reykjavík að enn betri borg? Hvernig getur Reykjavík knúsað betur íbúa sína? Í kaflanum Borg fyrir fólk er sjónum beint að hinu smáa og fíngerða í borgarumhverfinu, því sem raunverulega skapar umgjörð líf fólks í borginni.
Þar sem við reynum að horfa á borgina úr augnhæð en ekki úr lofti, eins og okkur er tamt að gera við gerð aðalskipulags. Það má segja að borg fyrir fólk sé helsta leiðarljós nýs aðalskipulags. Með því að setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í hennar þágu eru stigin skref í átt til betra borgarsamfélags. Þétt, fjölbreytt og blönduð byggð er lykilatriði. Áhersla er á gæði hins manngerða umhverfis og á varðveislu menningararfsins. Markmiðið er að hverfi borgarinnar verði sjálfbærari, mannvænni og að öll nærþjónusta sé fyrir hendi. Í kaflanum Borg fyrir fólk er safnað saman stefnumörkun sem varðar gæði og yfirbragð byggðar og almennt lífsgæði í borgarsamfélaginu. Stefnumörkun í þessum kafla á það sammerkt að hér er gengið lengra en krafa er á í skipulagsreglugerðum gerð aðalskipulags. Það má segja í þessum kafla sé að finna helstu nýmæli aðalskipulagsins. Stefna í eftirfarandi málaflokkum er að finna í kaflanum. Borgarvernd er stefna sem fjallar verndun byggingararfsins og hins sögulega byggðamynsturs borgarinnar. Meginmarkmið hennar eru eftirfarandi: að staðbundin, söguleg og listræn sérkenni í húsagerð og skipulagi er gefa Reykjavík sérstöðu meðal borga, verði varðveitt og viðhaldið við þróun og endurskipulagningu byggðar. Að gamli bærinn innan Hringbrautar verði sérstakt verndarsvæði. Þar verði leiðarljósið að varðveita og styrkja þau einkenni og það heildaryfirbragð gamla bæjarins, sem gera hann einstakan og eftirsóknarverðan stað í alþjóðlegu samhengi. Það er að segja varðveita og styrkja söguleg og fagurfræðileg sérkenni. Hæðir húsa. Í aðalskipulaginu er fyrsta sinn sett fram heildstæð stefna hæðir húsa frá því skipulaginu frá því 1927. Þar eru leiðarljósin að heildstæð stefna og hæðir húsa verði hluti af aðalskipulagi Reykjavíkur á hverjum tíma. Stefnan taki mið af sögu borgarinnar og hefðum, yfirbragði núverandi byggðar og sjónásum til lykilkennileita, náttúrulegra og manngerðra. Við gerð hverfis- og deiluskipulags og mat á einstakum byggingarumsóknum skal ávallt leggja til grundvallar stefnu hæðir húsa. Lágreksbyggð einkennir Reykjavík og ber að virða það. Hæðir húsa skulu almennt ákvarðast af hnattrænni legu borgarinnar, náttúrulegri umgjörð, sögulegu byggðarmynstri, gatnaskipan og rýmismyndun og yfirbragð aðliggjandi byggðar. Kaupmaður á horninu er stefna sem miðar að því að styrkja núverandi verslun og þó einkum matvöruverslun innan íbúðahverfa. Yfirskrift þeirra stefnu er eftirfarandi: leitast verði við að hvert hverfi hafi sinn kjarna þannig að dagleg verslun og þjónusta verði í sem mestri nálægð við íbúa hverfanna og sem flestir sjá sér fært að sækja þjónustu innan hverfisins, gangandi eða hjólandi. Þetta markmið verður best tryggt með því að setja þrengri heimildir opnun matvöruverslana innan atvinnusvæðanna. Gatan sem borgarrými er stefna sem fjallar endurhönnun gatnarýmisins í borginni. Í raun tilraun til að endurheimta hluta þess lands sem nú fer undir bílsamgöngur, sem er hátt í 50% af landi borgarinnar, fyrir fjölbreytta notkun í þágu allra ferðamáta og aukins mannlíf í borgarrýmum. Þar er sett fram eftirfarandi sýn: skapa borg þar sem húsið, gatan og opnarýmið mynda eina órofa heild, þar sem byggingar standa fast upp á götu eða opnu rými en eru ekki aðskildar frá með bílastæðum. Þar sem byggingar mætast á götuhornum og skapa heildstæða götumynd. Framhliðar húsa og inngangar snúað götum og öðrum opnum rýmum og myndi heild með götunni. Við endurhönnun gatna verði ávallt horft til samhengis götunar og aðliggjandi byggðar
og fjölbreytt hlutverk götunnar sem almenningsrými haft að leiðarljósi. Tryggt verði við hönnun og skipulagningu gatnaumhverfisins verði byggt á þverfaglegri nálgun og virki samvinnu fagstétta sem koma að skipulags-, umferðar- og umhverfismálum. Verkefni eins og torg í biðstöðu og sumargötur sem hafa verið í gangi undanfarin misseri styðja meðal annars við þessa sýn götuna sem borgarrými. Miðborgarstefna. Í kaflanum einnig sett fram sérstök stefna miðborgina sem miðar að því að styrkja miðborgina með margvíslegum hætti, auka gæði í miðborgarrýmunum, stuðla að kraftmikilli starfsemi og fjölbreyttu mannlífi. Í yfirskriftinni hennar segir meðal annars, með leyfi forseta: Miðborg Reykjavíkur í senn einstök og margsnúin. Hún sameiginlegur vettvangur fólks með ólíkar væntingar og viðmið. Til að geta tekið vel á móti öllum sem sækja miðborgina og eiga tilkall til hennar, þarf hún að geta sinnt ólíkum hlutverkum og verið margt í senn, bæði hátíðleg og heimilisleg, nýstjárleg, gamalgróin, erilsöm og kyrrlát. Þarna raun og veru að vera að lýsa manneskju. Grundvallargæði miðborgarinnar felast að miklu leyti í því að henni flétta saman margvíslegir þræðir sem við upplifum í senn aðskilda og sem eina heild. Þess vegna mikilvægt að sérhver þráður miðborgarinnar fá að njóta sín, leið og hann fléttast saman við heildina. Miðborgarstefnan byggir á hluta á endurskoðun þróunaráætlunar miðborgar. Gæði í manngerðu umhverfi. Almenn stefna aukin gæði í hönnun bygginga og borgarrýmis. Það að segja umhverfisins milli bygginganna. Má segja hún sé nokkurs konar byggingarlistastefna. Í yfirskrift stefnunar segir, með leyfi forseta: Gæðastefna Reykjavíkurborgar á sviði manngerðs umhverfis hvetur til aukinna gæða á umhverfi okkar. Það markmið með stefnumörkun þessari að þið byggða umhverfi Reykjavíkurborgar verði til fyrirmyndar. Í gæðastefnunu felst sýn á mótun, varðveislu, þróun og fræðslu manngjert umhverfi. Stefnan leggur áherslu á gæði, fagmennsku og vandvirkni og hvetur til heildrænnar hugsunar í skipulagi, byggingu og upplýsingu, hvort sem Reykjavíkurborg í framkvæmd eða eftirlitshlutverki. Það breytir nefnilega máli hvernig manni líður þegar maður kemur auga á byggingu. Húsnæði fyrir alla. Stefna í húsnæðismálum sem unnin var af sérstökum stýrihópi sumarið 2011. Þessa stefnu var einnig fjallað í kaflanum Borgin við sundin. Þar meginmarkmiðin. Leitast verið við að tryggja fjölbreytt framboð húsgerðar og búsetukosta fyrir alla félagshópa. Stefna framboð húsgerða og búsetukosti taki mið af þróun samfélagsins og húsnæðismarkaðarins á hverjum tíma, svo sem varðandi fjölskyldustærðir, aldursbreytingar, stöðu á byggingamarkaði og efnahagsþróun. Að 25% íbúða verði miðað við þarfir þeirra sem ekki vilja eða geta lagt mikið fé í eigið húsnæði. Uppbygging slíks húsnæðis verði einkum á miðlægum svæðum þar sem auðvelt að þjóna með góðum almenningssamgöngum. Með því að setja fram ítarlegri og ákveðnari sýn í þessum málaflokkum í aðalskipulagi gerum við vonandi aðalskipulagið að betra stjórntæki og sköpum betri tengingu við væntanlega hverfis- og deiliskipulagsvinnu í hverfum borgarinnar. Í kaflanum Borg fyrir fólk stigin skref í rétta átt að mínu mati. Kaflinn lýsir bjartri framtíð fyrir borgina okkar sem okkur þykir vænt og viljum að skarti sínu fegursta. Þá á ég ekki bara við byggingar og götur, heldur líka fólkið. Því hvað það sem skilgreinir góðan bæ? Það eru íbúarnir og hvernig þeim líður. Höldum áfram að skapa fallegri, vinalegri og lifandi Reykjavík. Takk. Þá borgarfulltrúi Elsa Jómann lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir.
forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér ég með dálítið af gögnum í belg og biði. En það vegna þess að núna loksins komið að uppáhaldshlutanum mínum að aðalskipulagi. Nú ætla að vera Kaupmanninn á horninu og ég ætla bara að tala um Kaupmanninn á horninu í dag. Af því mér finnst hann mjög skemmtilegur og spennandi og kannski vegna þess að ég er rómantíkus eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson íjaði að hérna áðan, en það kemur í ljós. Ég hef nefnilega, þrátt fyrir að hafa kannski ekki farið í pólitík vegna áhuga míns fyrir skipulagsmálum eða Kaupmanninum á horninu, að þá hef ég verið að þróa með mér stigvaxandi áhuga á akkúrat þessu, á verslunarmenningu í Reykjavík og tengslum verslunarmenningar við skipulag og uppbyggingu og við svo borgarbrag, félagsauð og almenna líðan fólksins í borginu. Og ég held í alvörunni að þetta skipti meira máli heldur en við gerum okkur grein fyrir. Svo ég fari aðeins á persónulegu nóturnar að þá urðu hverfisverslanir að áhugamáli hjá mér þegar ég vann í Efra-Breiðholti. Þá fylgdist ég með verslunarkjörnum í hverfinu Hrörna eða því litla sem að eftir var af verslunarkjörnum og það var mjög sárt og maður sá hvaða áhrif þetta hafði á lífið í hverfinu. Á sama tíma var ég að feta minn fyrstu skref í borgarstjórn og fór fyrir, eftir að hafa flutt tillögu í framkvæmda- og eignarráði, þá fór ég fyrir starfshópi sem var skipaður af þáverandi framkvæmda- og eignarráði sem hafði það verkefni að taka út autt verslunarhúsnæði í borginni og skila tillögum að mögulegum aðgerðum af hálfu borgarinnar til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á ásýnd og starfsemi í hverfum. Með mér í þessum hópi voru þau Haraldur Sigurðsson, Ágústa Sigurbjörnsdóttir og Óli Jón Hertevík frá skipulagssviði og framkvæmda- og eignasviði. Við unnum mjög mikla vinnu, við fórum í hvert einasta hverfi, tókum mynd af hverjum einasta verslunarkjarna bara inn í íbúðarhverfum reyndar. Við funduðum á þjónustumiðstöðvum borgarinnar með bæði starfsfólki og íbúum, hverfisráðum og íbúasamtökum og fórum með þeim yfir ástandið í hverfunum og hvaða væri sem að fólk hafði áhuga á að breyta. Það var mjög afdráttarlaus niðurstaða af þessum fundum og þessari úttekt að hverfiskjarnar í íbúðahverfum voru flestir í miklu hnignunarferli og margir voru þegar þá komnir í algjöra niðurníðslu. Þetta var 2009 sennilega sem við vorum að þessu. Það kom fram mjög rík krafa af hálfu bæði íbúa og starfsfólks að borgaryfirvöld myndu beita sér fyrir því að við kæmum inn þarna aukinni starfsemi, annarkvort einhverju á vegum borgarinnar eða reyndum með einhverjum hætti að fá inn áhugasamt fólk til þess að reka þarna hverfisverslanir eða aðra nærþjónustu. Niðurstaðan, ég ætla aðeins að lesa upp úr niðurstöðum starfshópsins vegna þess að þar kemur fram, við segjum hér, brýnt að, ég ætla að byrja hér, það ástand, með leyfi forseta, það ástand sem skapast hefur í mörgum tilfellum afleiðing þess að stærri verslunarmiðstöðvar hafa leyst hlutverk smærri verslunarkjarna af hólmi. Þannig fær fólk fjölbreyttari þjónustu á sama stað en þarf að fara lengri leiðir til að sækja hana. Brýnt að þessi áhrif verði metin í þeirri vinnu sem nú á sér stað við endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkurborgar og að þar verði mögulega reynt að stuðla að frekari uppbyggingu nærþjónustu í íbúðahverfum og festa eldri þjónustukjarna betur í sessi. Tilvitnun lýkur. Það náttúrulega ótrúlega skemmtilegt að hér skuli vera kafli Kaupmanninn í horninu í framhaldinu í aðalskipulagi sem við erum að kynna eftir þessa vinnu. Og það mjög gott að við skulum hafa tekið þetta þeim föstu tökum sem að tillagan ber merki. Ég ætla samt að halda áfram. Með leyfi forseta segir, mikilvægt að framkvæmda- og eignarráð mögulega í samstarfi byggingafulltrúa borgarinnar leiti leiða til að stuðla að starfsemi í auðu verslunarhúsnæði eða að því verði að minnsta kosti komið í skikkanlegt horf. Nú þegar hægt hefur verið á ný- og viðbyggingaráformum á vegum borgarinnar mætti kanna hvort eitthvað af því húsnæði sem getið í skýrslunni gæti nýst undir starfsemi borgarinnar og eins mætti ímynda sér að atvinnuþróunarmiðstöðvar eða samkomustaðir fyrir fólkið í hverfunum gætu komið sér vel á meðan efnahagslægðin gengur yfir. Þetta vildi ég nefna bara vegna þess að nú hefur verið ákveðið þegar að stofna Fab Lab í Efra-Breiðholti einmitt í tómu verslunarhúsnæði. Þannig að ég held að borgin sé algjörlega á réttri leið
þó svo að við gætum auðvitað farið gengið miklu lengra. Eitt af því samt sem að ég vil koma hér og fá að ræða aðeins, eitt af því sem að kom fram í úttektinni var að margir þessara kjarna eða hluti af þeim voru ekki nýttir undir starfsemi sem að getur talist hverfistengd eða fallið undir nærþjónustu. Í verslunarmiðstöð við Selásbraut var til að mynda aðeins ein verslun eftir og hún seldi heita potta. Í Rofabæ var bara eftir mótorhjólaverslun og við Kleppsveg var eftir verslun sem að selur undirföt og eitthvað þaðan að verra. Auðvitað er það betra en ekkert að það séu þarna verslanir þó að þær geti varla talist hverfistengdar. Húsnæðið er þó ekki autt og það er í skárra ástandi heldur en mörg önnur verslunarhúsnæði sem að standa alveg auð. En þessi verslun gerir ekki mikið, ekki fyrir hverfið, ekki fyrir nærþjónustuna, ekki fyrir félagsauðinn, ekki fyrir samfélagsvirknina og ekki fyrir borgarbraginn. Í stað þess að ýta undir vistvænni samgönguhætti til dæmis, að þá er svona verslun sennilega þvert á móti að auka akstur hverfin vegna þess að viðskiptavinir þessara verslana er ekkert endilega úr hverfinu heldur eru að keyra úr einhverjum öðrum hverfum til þess að sækja þjónustuna þarna. Svona verslun ætti að vera einhvers staðar miðsvæðis á miðsvæðum en ekki inni í íbúða hverfum. Þetta segi ég vegna þess að þegar aðalskipulagið var kynnt í borgarráði að þá, að því að ég sit ekki sjálf í umhverfis- og skipulagsráði og hef ekki verið í aðalskipulagshópnum núna nokkra hríð, að þá virðist niðurstaðan hafa verið sú að hafa eitt ákvæðið sem er svohljóðandi: ekki verði heimilt að breyta verslunarhúsnæði á jarðhæð í skilgreindum kjörnum í íbúðarhúsnæði. Þetta held ég að gangi ekki nógu langt. Ég veit ekki og ég er ekki með beina tillögu hvernig við eigum að orða þetta, en þetta er ákvæði sem ég held að við þurfum að endurskoða og við þurfum aðeins að opna þetta. Í umræðunum í borgarráði kom fram að fólki þætti ég kannski helst til smámunasöm og að það mætti ekki kveða of fast að orði í aðalskipulagi, þetta væri jú bara grófu línurnar, en gleymum því þó ekki að við erum að gera alls konar aðra hluti sem eru mjög smámunasamir í þessu aðalskipulagi. Það er þannig til dæmis ákvæði sem er það að matvöruverslanir séu ekki heimilar á hafnarsvæðum, iðnaðarsvæðum og athafnasvæðum. Það er mjög afmörkuð og skýr klausa sem að gerir mjög mikið og takmarkar mjög mikið starfsemi á þeim svæðum. Við getum gert hvað sem er. Aðalskipulag er stefnumörkun. Þar er skilgreint hvað má og hvað má ekki. Það segir til fjölda íbúða, stærðir og gerðir húsa, götur og umferð, græn svæði og garða. Og við erum þarna líka með mjög stefnumarkandi ákvæði fyrir fyrirtæki og stofnanir og hvernig við sjáum atvinnulífið þróast í Reykjavík til frambúðar. Þannig að það að endurskilgreina þessa einu klausu eða endurorða þessa einu klausu þýðir ekki að við séum komin út í einhverju of mikil smáatriði, held ég. Ég held þvert á móti að með þessu, og ég er svo sem ekkert búin að rökstyðja það hér og nú af hverju mér finnst þessi klausa ekki nógu góð, að ef við höfum þetta svona, ef við segjum að það megi ekki breyta verslunarhúsnæði og jarðhæð í íbúðarhúsnæði, þá erum við ekki búin að komast fyrir vandann. Vandinn er sá að verslunareigendur vilja síður vera í þessum hverfiskjörnum. Það eru ýmsar ástæður fyrir því. Það er rakið í aðalskipulaginu, það er mjög góð yfirferð í þeim gögnum sem við erum með núna Kaupmanninn á horninu á sögu verslunar og hún er mikil sorgarsaga. En sú saga er rakin bara mæta vel í gögnunum okkar og ég ætla ekki að fara nánar út í það, en hún sýnir að verslunareigendur vilja síður vera inn í hverfiskjörnunum. Við þurfum að koma í veg fyrir að húsnæði verði notað í eitthvað annað. Það sem hefur verið vinsælast í gegnum tíðina er að breyta þessu íbúðarhúsnæði vegna þess að eftirspurnin eftir íbúðum hefur verið mjög mikil. Það er ekki þar með sagt að ef við heimilum ekki að þessu verði breytt í íbúðarhúsnæði að fólk vil ekki breyta þessu í eitthvað annað. Það getur viljað breyta þessu í skrifstofuhúsnæði eða eitthvað annað sem kemur í veg fyrir að þarna verði nærþjónusta. Og það er eitthvað sem við þurfum að sjá fyrir. Við þurfum að reyna að stuðla að því að það sem nú er skilgreint sem verslunarhúsnæði í hverfiskjörnum verði áfram verslunarhúsnæði. Ég til að
vinna með þennan texta alveg hvernig sem og ég mjög opinn fyrir því. Ég held bara að þetta sé ekki nógu skýrt. Við þurfum að passa það. Mér finnst rosalega mikilvægt að gera þetta af því að það allt annað svo ógeðslega flott í þessu. Þessi kafli Kaupmannahöfninu frábær og hann skiptir alveg ógeðslega miklu máli það hvernig hverfin koma til með að þróast. Hann skiptir líka máli varðandi það hvernig við þróum þjónustuna okkar og ég hef nú aldrei talað aðalskipulag og öðru sem að tala líka þjónustu borgarinnar. Mér finnst mjög mikilvægt að við munum að við erum mjög mikilvægur áhrifavaldur í því hvernig hverfin þróast bara með það hvar við ákveðum að hafa þá þjónustu sem við erum að bjóða upp á, hvar eru þjónustumiðstöðvarnar og hvað í þjónustumiðstöðunum. Það eitthvað sem við þurfum að taka stærri skref í framhaldinu. En þetta eitthvað sem ég vil að verði skoðað í framhaldinu. Ég mun væntanlega koma inn í aðalskipulagshópinn fljótlega og þá mun ég reyna að hafa áhrif á þetta. En að öðru leyti þakka ég fyrir mjög góðar umræður hér í dag. Mér skilst að þetta sé síðasta umræðan í afmörkuðum köflum fyrir áður en við förum í umræðuna aðalskipulagið í heild sinni. Og ég bara held að við eigum að taka aðra stefnumörkun á vegum borgarinnar, jafnvel þó hún sé ekki jafn mikil grundvallarstefnumörkun og ekki til jafnlangs tíma, þá held ég að þetta mjög gott fyrirkomulag á umræðunum að ræða stefnumörkun í bútum og gefa okkur góðan tíma í að skoða það. En eins og ég segi, ég þakka fyrir góðar umræður hér í dag og hlakka til að halda áfram fram. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarfulltrúanum vel fyrir þessa ágætu ræðu og yfirferð þessi mál sem að standa borgarfulltrúanum bersýnilega mjög nærri og ég veit að borgarfulltrúanum hefur kynnt sér þetta vel enda veitt hann forstöðu vinnuhópi, verkefnahópi þetta tiltekna mál. Borgarfulltrúan var að leggja til að við myndum fara út í ákveðna endurskoðun og fara vel yfir þennan texta þegar að kemur að endanlegri gerð aðalskipulagsins og ég tek undir það. En þá vil ég kom upp bara vegna þess að ég kannski átt að minnast á það áður í minni ræðu að við borgarfulltrúar erum náttúrulega ekki þeir sem þekkja verslun best. Mörg okkar, eða mörg ykkar ætti ég kannski segja frekar, þekkið ekki til verslunarreksturs og þess vegna eðlilegt og þess vegna komin upp núna hér í ansvari að benda á það væri þá rétt þegar við förum að fara yfir þetta í endanlegri mynd að við leitum til þeirra sem í þessum geira starfa, þeirra samtök eða verslunarmanna sem hafa til dæmis verið að reka verslanir á horninu. Ég veit að borgarfulltrúinn sem talaði hér áðan ræddi við nokkra í vinnu við skýrslu starfshópsins sem hún veitti forstöðu en nú komið aðalskipulaginu og þá held ég að sé rétt að við teljum okkur ekki trú það að við vitum allt, heldur að það séu sumir sem geti gefa okkur góð ráð. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég gleymdi nú að fara yfir það. Ég hélt svo aðeins áfram þessari vinnu eftir að við skiluðum skýrslu eitt verslunarhúsnæði að þá var ég í starfshópi sem upphaflega var pólitískur en svo færður yfir á embættismannastig. Það þótti skilvirkari leið. En í þeirri vinnu að þá hittum við verslunareigendur. Við fórum og hittum meðal annars verslunareigendur í Melabúðinni og fleiri. Inni við Sund, sem ég man bara ekki hvað heitir í augnablikinu, sem hún Sigrún Magnúsdóttir átti tíma og fleiri smákaupmenn sem að við, fyrir utan að við horfðum á bíómyndina Kjötborg sem að nú bara veitir ansi góða innsýn í rekstur verslana, svona smærri verslana. Þar eru líka viðtöl við menn sem að hafa rekið verslanir en hætt og þeir vanda nú ekki kveðjurnar til dæmis einkabílnum. En þannig að við vorum í ansi miklum samskiptum við verslunareigendur í þessu og ég sé ekki til fyrirstöðu að við ræðum eitthvað frekar við þá þetta en ég sé samt ekki neina sérstaka, ég hef enga sérstaka þörf fyrir það. Þannig. Já. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að svara andsvari og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti,
ágætu borgarfulltrúar. Ég þakka fyrir ágætar og áhugaverðar umræður og ræður hér og undir lið í aðalskipulagi sem heitir Borg fyrir fólk og gríðarlega mikilvæg áhersla í aðalskipulagi í því hvernig maður skipuleggur borg að það sé gert ráð fyrir fólki og fólk hópur af manneskjum og hver manneskja einstök. Það engin manneskja eins. Það eru margar manneskjur líkar en engin manneskja eins. Öll höfum við eitthvað einstakt sem að gerir okkur öll öðruvísi heldur en alla aðra. Og við höfum mismunandi áhugamál, við höfum mismunandi færni og við höfum misjafna hæfileika og við höfum misjafna reynslu og misjafna möguleika. Og í borg að þá komum við saman og eftir því sem borgin stærri og fjölmennari þess fjölbreyttari þarf hún að vera til þess að mæta þörfum allra þeirra ólíku einstaklinga sem í henni búa en leið þurfa líka einstaklingarnir sem í henni búa að aðlaga sig að þörfum annarra til jafns við það sem þeir aðlaga sig að þeirra eigin þörfum. Og nú stöndum við frammi fyrir því í fyrsta skipti í mannkynssögunni að meiri hluti jarðarbúa býr í borg og hlutfall þeirra sem búa í borgum versus þeir sem að búa ekki í borgum alltaf að stækka og borgir að stækka og mest ört vaxandi borg í Evrópu núna Oslo af öllum borgum. Fólksfjölgun í Oslo 10% sem gríðarlega mikið og á sér nokkrar skýringar, nokkrar svona ólíkar skýringar en manni hefði þótt þetta svolítið ólíklegt eða svona fjarstæðukennt fyrir kannski 10 árum síðan að Oslo væri sú borg í Evrópu sem væri í mestum vexti en þannig það og kom mér svolítið óvart að komast að þessu. Ég vil byrja á því borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sagðist ekki alltaf vitna í fræga arkitekta eða sérfræðinga því að fáir hefðu gaman að slíku en ég vil andmæla því. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson gerði það nú hér í sinni ræðu og var það ákaflega fræðandi og ánægjulegt á að hlýða. Þannig að en ég ætla ekki að gera það í minni ræðu en mig langar að nota þetta tækifæri og benda borgarfulltrúum á alveg
einstaklega góðan útvarpsþátt sem heitir The Future of Cities hjá TED og fluttur í aðgengilegur á heimasíðu bandaríska ríkisútvarpsins og þar er TED sem flestir kannast við náttúrulega sem svona fyrirlestra fyrirbæri, ráðstefnu fyrirlestra fyrirbæri. Þeir eru líka með útvarpsþáttaröð og þar er alveg einstaklega fróðlegur og áhugaverður útvarpsþáttur sem heitir The Future of Cities eða Framtíð borga. Reykjavík eins og fram hefur komið og þar svo sem ekkert að tíunda hefur vaxið alveg gríðarlega hratt á ákaflega stuttum tíma og jafnframt því sem að borgin er að myndast að þá er borgarsamfélagið og borgin sjálf að hafa gríðarleg áhrif á menninguna í landinu og vegna þess að Reykjavík er fyrsta og eina borgin á þessu landi sem er svolítið sérstakt. Ef að maður skoðar gamlar ljósmyndir á ljósmyndasafni Reykjavíkur sem eru fyrir þá sem ekki vita að miklu leyti aðgengilegar á heimasíðu ljósmyndasafns Reykjavíkur þá getur maður skoðað götumyndir og frá fyrri tímum og borið þær saman við götumyndir í dag og þá sker oft svolítið í augun hvað víða hafa gangstéttir mjókkað en akbrautir breikkað og stundum er eins og sé búið að skera helminginn af gangstétt af götu eða jafnvel fjarlægjana nær algjörlega og þegar að innreið einkabílsins varð hér eftir og upp úr stríði og þetta var náttúrulega gríðarlega mikið ánægjuefni að fá bíla hingað til þessa lands og það var jú þannig að fólk gat til dæmis bara labba úr miðbænum og niður í Laugardal þá gat fólk orðið úti. Það var bara þannig. Þannig að þetta var gríðarleg samgöngubót og mikið fagnaðarefni fyrir okkur að fá bíla og að almenningur ætti möguleika á því að eignast bíl og bílar veittu okkur líka meira einstaklingsfrelsi að við erum frjáls ferð okkar á bílnum þó það sé slæmt veður úti að þá höfum við sem við ekki kannski hægt að ganga mikið í að þá er þetta að keyra það og í þessu góðæri bílsins að þá fer meira og meira land undir bílinn eða undir bílinn og þarfir þeirra sem að aka á bílum en leið á kostnað þeirra sem ekki fara á bílum og bíllinn breytir borginni að svo mörgu leyti hann öðlast svona ákveðna réttarstöðu í borgarmenningunni. Bílar þurfa, þeir sem eru að keyra á bílum, þeir þurfa alla jafna ekki sérstaklega að passa sig á fólki. Það er ekki kannski beinlínis ætlast til þess að fólk sem er að keyra á bílum sé mikið að passa sig á fólki, en fólk á að passa sig á bílum.
og það ekki nema við mjög sérstakar aðstæður, til dæmis í kringum skóla, þar sem eru skilti sem að beina þeim tilmælum til bílstjóra að fara varlega því að það sé fólk á ferð þarna. En annars hefur bíllinn svolítið óhindraðan aðgang og það er eiginlega hægt að fara hvað sem er og hvert sem er á bíl. En að sama skapi þá hefur, eins og ég segi, þá hefur rými fyrir annars konar vegfarendur verið á undanhaldi og það hefur minnkað og það hefur líka orðið svona réttlausara. Gangbrautir njóta ákaflega lítillar, eða gangstéttir segir, svona, hvað maður að segja, lítillar réttarstöðu og það hefur einhvern veginn viðgengist bara hérna í þessari borg. Til dæmis ef maður er til dæmis að gera upp bílskúr, segjum sem svo að mann langi að breyta bílskúr í litla íbúð eða eitthvað, eða vinnustofu, þá getur maður hringt í eitthvað svona gámafyrirtæki til þess að fá kannski gám undir rusl og gámabílstjórinn kemur með gám og hann plompar honum ekki niður á götu því að það er algjörlega bannað því þar hindrar hann umferð. En hann getur nokkuð athugasemdalaust plompa gámnum á gangstétt og því það er ekkert vandamál því fólk lappar þá bara fram hjá gámnum út á götu. Og við sjáum þetta til dæmis líka mjög gjarnan og þetta þekkjum við öll þegar til dæmis er verið að vinna einhvað að viðhaldi húsa. Það er ofta einhverjir svona kranabílar sem að menn, svona körfubílar sem menn eru að vinna í og þetta eru held ég ökutæki, ég held að þetta sé skráð sem ökutæki, en ég vil samt ekki fullyrða. Þetta er minnst með dekk og þar sem er verið að vinna með þetta, þar er þetta yfirleitt bara skilið eftir á gangstétt. Þó að kannski eðlilegra væri að færa þetta í stæði. Og síðan könnumst við náttúrulega öll við bílana sem eru skildir eftir upp á gangstéttum og valda sívaxandi pirringi og ónæði eftir því sem að fólki fjölgar og eftir því sem fólki fjölgar sem að fer öðruvís en á bílum, það er að segja gangandi. Reykjavík er sko með tilliti til fólks, þá er Reykjavík að mörgu leyti alveg ágæt. Hún er mjög vinsamleg borg. Reykjavík er mannvæn borg. Og til dæmis réttindi kvenna, réttindi samkynhneigðra eða LGBT fólks eru með því besta sem þekkist í heiminum hér á Íslandi og það er að svo mörgu leyti mjög gott að vera manneskja á Íslandi eða í Reykjavík. En það er bara svona hluti af þessu af uppbyggingu borgarinnar sem að þarf að huga að sem varðar hlutdeild fólks og þá sérstaklega aðgengis og ferlimál ólíkra einstaklinga. Fólk er ólíkt, við erum menn og konur og hommar og lesbíur og kynskiptingar og börn og aldraðir, fatlaðir, við erum útlendingar,
innflytjendur eða ferðamenn og öll höfum við ólíkar krafir og þarfir. Og það sem að mér finnst vera grunnstefið í áherslunni Borg fyrir fólk er að reyna að leiða til meira jafnvægis. Að í rauninni að við fáum gangstéttirnar okkar tilbaka og finna meira jafnvægi. Mér langar að nefna líka hérna það sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á og er ég hjartanlega sammála henni með kaupmanninn á horninu. Mér finnst kaupmaðurinn á horninu einstaklega heillandi fyrirbæri og honum hefur snarfækkað í borginni og hann hefur svolítið hrakist út úr hverfunum nema á einstaka stöðum og mér hefur alltaf þótt leiðinlegt að sjá kaupmanninn á horninu fara og mér finnst það sérstaklega sjarmerandi til dæmis á ferðalögum í útlöndum, í erlendum borgum, hvað er fjölbreytt svona smáverslun mjög víða og oft er þetta atvinnutækifæri fyrir innflytjendur sem reka litlar nýlenduvöruverslanir og oft heilmikið bara ævintýri og upplifun að koma inn í þessar verslanir því að vöruúrvalið er ólíkt og oft bara mjög athyglisvert að eyða tíma í svona þessum litlu krúttlegu hotbúðum. Og hér hafa þær svona lagt upp laupana hver á fætur annarri en þó eru nokkrar sem að hafa lifað af og það var nú minnst hér á verslunina Kjötborg og ég vil byrja að segja bara að tala sérstöðu og að þá er allir þeir sem hafa átt viðskipti við Kjötborg og hvað þá séð myndina Kjötborg að þetta er alveg heillandi menningarheimur og nafn verslunarinnar finnst mér stórkostlegt. Mér finnst stórkostlegt að skýra búð Kjötborg. Og önnur verslun sem að líka ég vil minnast á er til dæmis Pétursbúð. Það er verslun sem að hefur haldið velli og oft þetta, eða yfirleitt þetta verslanir sem að nýta rými sitt fyrir viðskiptavininn. Það er að segja að fólki er frjálst að koma inn og svona rölta og róta í hillum og mér finnst þetta miklu meira sjarmerandi verslanir heldur en til dæmis þessar stöðluðu keðjuverslanir sem að eru allar nákvæmlega eins og eru með sömu vörurnar og hérna eins og við þekkjum í útlöndum 7-Eleven og svona, allt svona frekar staðlað. Þannig að ég fagna þessar áherslu og mér finnst þetta bara einstaklega góð og áhugaverð umræða og vil bara segja áfram borgir, áfram Reykjavík og borgir eru vistvæn samfélög. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að byrja á því að þakka öllum þeim sem hafa haldið uppi umræðum hér þessa fjölbreyttu og fróðlegu kafla
aðalskipulags fyrir Reykjavíkurborg. Ég lít svo á, eins og hefur komið fram hér í umræðum hjá mörgum, að þetta sé tímamóta plagg í skipulagssögu borgarinnar, þar sem að fólk sett í forgang og svæðið á milli húsanna sett í forgang, fjölbreytni ferðamáta sett í forgang og ekki bara þannig að sem greiðasta leiðin sé fyrir bíla, heldur fólk á fæti, fólk á hjóli, fólk í strætó og svo framvegis. Það er svo margt sem við vinnum með skipulagi á borð við þetta. Vegalengdir minnka, við aukum öryggi, ekki síst barna. Við aukum loftgæði í borginni, við nýtum okkar innviði betur sem mjög kærkomið, ekki síst þegar kemur að skólamálum. Almenningssamgöngur eiga sjálfsögðu betur með að fúnkera rétt og vel í borg sem skipulögð þétt en ekki gisin. Við höfum hjá Reykjavíkurborg verið að vinna starfsáætlun og fjárhagsáætlun með kynjaðri hugmyndafræði kynjaða hagstjórn. Og það lærdómsríkt, við tókum umræðum það hér á síðasta fundi eða þar síðasta. Og ég lít nú svo á að þetta aðalskipulag í raun háfemínískt skipulag, unnið með þessari hugmyndafræði mjög sterkt og þeim gleraugum á nefinu sem þarf. Það eru margar ástæður sem ég get tilgreint fyrir þeirri skoðun minni, en fyrst og síðast þá eru áhrif þessa skipulag og verða áhrif þessa skipulags þau að borgin verður manneskjulegri, hún þjappar okkur betur saman, hún tekur tillit til fjölbreytileika borgarsamfélagsins, ekki síst með því að taka tillit til fjölbreytileika húsnæðiskosta. Og svo sannarlega Reykjavíkurborg ekki einsleitt samfélag, það mjög fjölbreytt samfélag og við munum þurfa að svara kröfum og þörfum fjölbreytni húsnæðiskosts í æ ríkari mæli á næstu áratugum. Þetta skipulag hagsýnt skipulag, það sannarlega hagsýnna fyrir fjölskyldur að geta komist af með einn bíl, jafnvel engan, þó svo að bíllinn verði ríkjandi ferðamáti næstu áratugina og eflaust alltaf. En það munar mjög miklu fyrir meðalfjölskyldu, kjarnafjölskyldu í Reykjavík og í rauninni alla, hvort sem það eru einstaklingar eða pör, að geta komist af eins mikið á fæti og hjólandi og í strætó til jafns við bílinn sem orðinn æ frekari útgjaldaliður í bókhaldi fjölskyldna. En þetta skipulag hefur líka áhrif á tíma fólks og tími nú kannski það allra dýrmætasta sem við eigum og getum varið og eytt. Þetta skipulag hefur áhrif á lífsstíl okkar, hvernig við verjum tímanum með fjölskyldu og ástvinum, hvernig við verjum dýrmæta tímanum eftir að skóla og frístund sleppir hjá börnum, hvernig við verjum tímanum og hvað við verjum miklu af okkar tíma til þess að sinna nauðsynlegum erindagjörðum sem enginn kemst af án, til dæmis að versla þetta nauðsynlega og líka allt hitt. Þetta tekur til þess að við getum í ríkari mæli valið að fara gangandi eða hjólandi í búðina en ekki ætíð gripið til bílsins. Áhrifin eru jákvæð á vistvænleika borgarinnar, hún dregur úr umferð þetta skipulag, dregur úr álagi, það eykur skjól, þetta heilsusamlegt skipulag, það eykur hreyfingu hjá venjulegu fólki, hvetur til þess og við eigum að sjálfsögðu að horfa til þess að hverfin okkar öll geti í framtíðinni fúnkera nokkurn veginn sem sjálfbærar einingar þessa sjálfsögðu þjónustu og að sjálfsögðu að halda áfram að berjast fyrir því eða hvetja til þess og í raun ætlast til þess að börn og unglingar gangi í skólann, sé ekki keyrð í skólann og þá að gönguleiðir til og frá skóla eða hjólaleiðir séu öruggar. Og ég held við getum gert betur en ég held þó að við séum að gera nokkuð vel eins og staðan í dag og höfum haft þetta mjög á oddinum. Það hefur verið sérstaklega ánægjulegt fyrir okkur sem sitjum ekki við borðið þar sem aðalskipulag til umræðu og aðalskipulag í vinnslu. Skipulagsmál snerta auðvitað alla þætti borgarsamfélagsins,
Við höfum fengið kynningu á vinnunni í skóla- og frístundaráði og þá aðalega út frá markmiðum þéttingu byggðar, nýtingu skóla og svo framvegis. Það hefur verið mjög kærkomið að fá að fylgjast með á þann hátt og mjög mikilvægt, enda til þess að gera stutt í að ákveðnir reitir í borginni fari í uppbyggingu og þá auðvitað mikilvægt að við séum öll vel heima í því hvað það þýðir í leikskóla og grunnskóla málum. En mér í raun efst í huga núna þegar við erum að klára þessa umfjöllun kafla aðalskipulagsins, sá auður sem við eigum í starfsfólki borgarinnar og ekki síst þeim fulltrúum í umhverfis- og skipulagsráði sem hafa leitt þessa vinnu. Þar mikil og góð þekking og mikill og ríkur metnaður sem að ég hef skynjað að ríki við vinnu þessa skipulags. Það eru mjög margar vinnustundir undir. Við fáum vitanlega skipulagið allt hingað inn í heild sinni þegar þar að kemur og ég hlakka til að fylgjast með viðbrögðum borgarbúa við þessu róttæka, manneskjulega, barnvæna, lifandi og vinalegu skipulagi. Og ég vil óska okkur öllum til hamingju með þennan áfanga. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langaði nú aðeins að koma hérna upp og tala aðeins þessa nettu nostalgíu sem hefur verið hér í gangi varðandi kaupmanninn á Horninu. Ég veit ekki hvort að ég sé svona eina manneskjan sem hugsa svona á megi hlusta á okkur hérna 15 ræða þetta, en það ekkert verið að tala þetta á víðari grunni heldur en hvað sé kósí að labba út á Horn og sleppa bílnum og svo framvegis. Við verðum aðeins að taka til greina að það munar það bil 22–30% af matarkörfunni hjá keðjum jafnvel sem eru með kaupmannsbúðir á Horninu og þessum stærri búðum sem borgarstjóri lýsir hérna sem sterílum og með sömu vöru. Við verðum svona að athuga það hér að það fullt af fólki í borginni sem hefur bara ekkert val það að labba út á Horn og borga mjög dýrara verð. Það hefur heldur ekkert endilega val það að vera bíllaust. Það ýmislegt sem svona bendir til þess að þessi umræða hérna hjá okkur ítrekað í þessari skipulagsumræðu fókuserist svolítið á skipulag á þeim stöðum þar sem að þetta hreinlega raunhæft. Og það getur vel verið að við viljum vera rosa framsýn og horfa langt fram í tímann með ýmis hverfi að það einhver tímann að vera hægt að labba út í hverfisverslunina og kaupa sér á lágu verði það sem vantar. En ég vil bara vara okkur hérna við þessari nostalgíu að þó okkur þykir öllum voðalega fínt að hoppa út í sjoppu, út í búð og kaupa okkur bugglauspokann okkar, að þá mjög mikilvægt að gleyma ekki öllum hinum. Bugglaspakkan. Mér langar til þess að nefna þrennt annað sem við ræðum ekki í þessu samhengi. Við erum ekkert að tala það að búðirnar, að við getum einhvern veginn hjálpa búðunum, lágvöruverslununum, lágvöruverslununum sem eru keðjur í dag, að komast inn í hverfin. Það frábært niðri í Þingholtunum, þessi litla búð þar, en hún mjög óaðgengileg og það í rauninni bara fyrir þá sem að labba þarna við. Það varla hægt að fara með vörur á hjóli í kerrum eða barnavagni. Síðan annað sem ég vildi nefna að það okkar áhersla á það í þessari umræðu skipulag að ríkisstjórnin lækki skatta og gjöld á þessar verslanir og sérstaklega á nauðsynjavörur. Við sjáum bara umræðuna að fólk hefur bara ekki efni lengur á að kaupa sér neitt til þess að bæta í körfuna til skemmtunar eða ánægju vegna þess að verðin hafa hækkað svo rosalega mikið. Og í þriðja lagi höfum við ekkert rætt það að við erum hérna ennþá að fjölga okkur eins og kanínur miðað við önnur lönd og það bara ekkert gaman að fara í búðir með börn. Við ræðum það bara aðeins. Eitthvað rosalega mikil nostalgía að fara með börnin í búðir þegar það þarf að fara að kaupa inn fyrir vikuna.
ég vil endilega fá að heyra í ykkur með það, hvort ykkur finnst það skemmtilegt. En það er allavega ekki mín reynsla. Hvað til dæmis með það að við séum að fara að tala við búðirnar að senda vörurnar heim, frekar en að vera að setja fólk í bílana? Gæti það verið eitthvað? Mér finnst þið vera rosalega lokuð inni í þessari, með fullri virðingu fyrir vesturbæjangunum sem sitja hérna í bunkum, í þessari meðlabúshugsun. Kaupmaðurinn á horninu getur verið alveg yndislegur og hann getur verið með rosa góðar vörur, en hann er ekkert í neinni samkeppni í dag við lágvöruverslanir. Það er ekki hægt að bjóða fólki upp á það að versla bara hjá kaupmanninum á horninu. Þannig ég ætlaði að fá að vera leiðilega manneskjan og taka okkur út af þessari nostalgíu og hvetja skipulagsráð til þess að hugsa aðeins lengra út fyrir í lausnum heldur en að hafa bara umræðu kaupmanninn á horninu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar. Þið ræður borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hugsa mér dugir nú varla andsvarstíminn til þess að fara yfir þetta. Þetta snýst ekki að kaupa sér bögglas út í búð. Þetta snýst heldur ekki það að allir eigi að vera bíllausir eða allir eigi að versla dýrt í kaupmanninum á horninum. Þetta snýst að við erum að búa okkur til skipulag, við erum að skipuleggja þessa borg til næstu 20 til 40 ára. Og ef við ætlum að nota skipulagið í markvissum tilgangi, að þá gerum við það, þá reynum við að stuðla að bættum samgönguháttum, bættum verslunarháttum, bættum félagsauð og svo framvegis með því hvernig við skipuleggjum okkur. Við höfum það að segja hvar og hvenær verslanir raðast, á hvaða svæði og með hvaða hætti, og við eigum að gera það alveg eins og það skiptir máli að skipuleggja hvar að vera hærri hús og hvar að vera lægri, hvar við ætlum að vernda hús, hvar við ætlum ekki að vernda hús, hvernig við ætlum að hafa götur og svo framvegis, að þá er þetta hluti af því. Þetta snýst ekki að þvinga einn eða neitt, þetta snýst að passa upp á eða þetta snýst að reyna að stuðla að. Og það skiptir máli, það er það sem við erum að reyna að gera. Og ég held þér að segja að það sé skemmtilegra að fara með börn í smærri hverfisverslanir heldur en að setja þau inn í bíl og keyra með þau út í Bónus og Hafnarsvæðinu til þess að versla þar inn ásamt 300 öðrum í ofsalega stórum og erfiðum svona yfirþyrmandi aðstæðum. Það er miklu þægilegra að maður þarf að fara að versla með börn sem að margir þurfa, þá er þægilegra að labba stutt og kaupa það sem að þarf í smærra umfangi í einu heldur en að vera að gera þessi stóru innkaup einhvers staðar langt í burtu frá heimilinu. Þetta snýst ekkert og þetta snýst ekki neina nostalgíu og þetta snýst ekkert einhverja rómantík. Þetta snýst borgarbrag. Þetta er alveg jafn stórt og mikið atriði eins og allt hitt í þessu skipulagi. Það vill til að ég legg aðeins meiri áherslu á þetta heldur en ýmislegt annað. Það er bara vegna þess að ég hef verið að vinna mjög mikið að þessu og mér finnst þetta mjög áhugaverður hlutur. En það væri hægt að tala alla hina þættina með sama hætti. Þetta er mikilvægt atriði og við eigum að standa að þessu öll sem eitt. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágætu borgarstjórn. Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað lítið mál eða skipti ekki máli. Ég er hins vegar að segja að nostalgían sem þetta hverfist svolítið hérna hjá okkur verður til þess að við erum ekki að ræða raunveruleikann sem er að fólk getur ekki farið í litlu búðina og keypt smá skammta vegna þess að þeir eru miklu dýrari. Þeir eru miklu dýrari. Og ég hefði alveg viljað fá þá umræðu hér hvernig við ætlum að einmitt að búa til gæðin þannig að þau þurfi ekki að fara út úr hverfinu af því að það er svo dýrt að kaupa í hverfinu. Það er eitthvað sem ég bara saknaði hér. Þá hefur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ef að það væru fleiri hverfisverslanir þá þyrfti fólk ekki að eiga bíl í eins ríkum mæli. Ef að það væru fleiri hverfisverslanir þá væri verðið kannski lægra í þeim. Þetta snýst hænur og egg, þetta snýst að byrja einhvers staðar, þetta hefur allt áhrif hvert á annað. Það hvernig verslunarmynstur eða verslunarhegðun hefur þróast í gegnum tíðina hefur verið vítahringur og við höfum, eða borgaryfirvöld hafa verið mjög varnarlaus gagnvart honum.
ef við viljum byrja einhvers staðar, þá held ég að þetta sé mjög fínt skref. Við erum ekki að þvinga neitt, við erum ekki að ætlast til eins eða neins, en við erum mögulega að stuðla að því að fleiri geti valið sér að eiga ekki bíl og eitt þar með kannski aðeins meiru í matvöruna að því hún aðeins dýrari hjá kaupmanninum á horninu, en samt eiga þeir afgangs að þeir eiga ekki bíl, að þeir þurfi ekki að keyra út í Bónus einhvers staðar langt í burtu. Þetta bara hluti af því að reyna að hafa áhrif á lifnaðarhætti, samgönguhætti borgarinnar, og ég held að við eigum að gera þetta með þessum hætti núna og stíga svo stærri skref þegar að fram í sækir. Það skiptir, já. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held við séum ekki að deila neitt svona kjarnaatriði hér, heldur ítreka ég bara að mér finnst þessi umræða ekki vera komin nægilega langt að þessu leyti að við séum að ræða bara hreinlega fýsileika þessa máls og ekki síður það að þetta bara dálítið lítið í okkar höndum. Vissulega getum við gert eitthvað. Við getum alveg reynt að fá fólk og búðir inn í hverfin, en við munum ekkert breyta borginni þannig að það verði samkeppni verð. Og það það sem ég vil að við tökum okkur aðeins út úr nostalgíuna með. Þá borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni, og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa fínu umræðu, þó hún hafi á endanum fest pínulítið í nostalgíu, en það eðli nostalgíunnar að festast einhvern veginn. En ég ætlaði nú að taka upp það sem að borgarfulltrúi, til að byrja með þessum borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir nefndi hér áðan, þetta væri femínískt skipulag, og ég nefni það sérstaklega vegna þess að ég veit að það mun fara gríðarlegi taugarnar á hinum og þessum. En ég held að sé alveg hárrétt, og ég byggja mér annars á því að fyrir nokkrum misserum las ég heilmiklar skýrslur, ég held bæði sænskar og þýskar, hverjar væru ástæðurnar fyrir svona landflótta frá ýmsum minni stöðum, bæjum og sveitum í Þýskalandi og í Svíþjóð. Þeir hafa átti sama vanda að etja og við, og örugglega í Póllandi líka, að fólk fer úr sveitunum í borginnar, og það verður að reyna svona einhvern veginn að hafa eitthvað áhrif á þetta. Og það var rannsakað hvað veldur og hvaða möguleika, hvað það sem að gerir það að verkum að einhverjir slíkir staðir eigi möguleika á að lifa til framtíðar. Og niðurstaðan í báðum löndum var sú sama, og hún var sú að einu staðirnir sem að eiga möguleika á að lifa til framtíðar af þessum svona smærri og afskiptari stöðum, og Reykjavík svo sannarlega smærri og afskiptari staður, það að vera þannig staður að það sé gott fyrir ungar konur að búa. Og mér fannst þetta vera dálítið athyglisvert, af því að menn hafa farið út í mjög svona stórar og stundum sagt svona karllegar aðgerðir til þess að halda fólki á ákveðnum stöðum út á hinu dreifðu landsbyggð hér og þar í heiminum, en þetta þessi niðurstaðan. Og Reykjavík þarf endilega að vera þannig borg þar sem gott fyrir ungar konur að búa, auðvitað líka fyrir gamla kalla og allt svoleiðis. En ég var ánægður með þessa pælingu borgarfulltrúans. Nú, eins og ég segi, þessi umræða hefur verið fín, og það var rætt dálítið talsvert mikið hér kaupmanninn og horninu. Ég veit ekkert endilega hvort að það sé svo æskilegt hugtak til að nota kaupmaðurinn og horninu. Það svo auðvelt að afgreiða sem nostalgíu, en við erum í rauninni að tala þjónustu inn í hverfunum, og það felst í þessu skipulagi að reyna að byggja hverfin þannig upp að sem mest svona þjónusta hins daglega lífs geti verið inn í hverfunum, þar með talið matvöruverslanir. Og það reyndar reynsla því frá öðrum þjóðum eins og bæði Dönum og Norðmönnum að þeir hafa farið þar leiðir að takmarka heimildir til þess að byggja stórar skemmur fyrir matvöruverslanir í útjaðri borganna, kannski á mörkum sveitafélaga, sem að verður hugsanlega til þess að rústa verslun í næsta sveitafélagi yfir hliðina. Þetta verður látið viðgangast hér að mínu mati með þeim afleiðingum að
verslunin hefur orðið mjög einhæf og hún hefur færst á hendur örfárra manna og það er ekki að rekja það neitt frekar. Það kom líka hér fram hjá borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli efasemdir það umferðarskipulag sem að hér er lagt upp með, nefnilega að meiningin er að breyta smátt og smátt þessu gamla, eða ekki svo mjög gamla, þessu flokkaða gatnaskipulagi sem er frá 4. áratugnum, sem er svona afrakstur þess að líta á borgina svona sem vél þar sem að umferðin þarf að gangast sem greiðast á milli staða og hafði mjög góð rök á sínum tíma en hefur haft líka mjög vondar afleiðingar fyrir borgarumhverfið eins og ég rækti hér áður en menn munu örugglega greina eitthvað á þetta, það er ekkert skrítið við það. Varðandi það að borgarfulltrúanum hafi ekki verið skemmt að heyra nefnt hér einhver nöfn þá er það bara þannig að ég dái frjóa einstaklinga sem að hafa frumkvæði. Ég trúi því að þeir geta sum tilvikum breytt mjög miklu. Þannig að ég hik ekki við að nefna nöfn eins og Jan Gehl, Jane Jacobs og Corbusier og mun halda áfram að gera það. Ég mun örugglega líka ef ég fæ tækifæri til að ræða hér meira skipulagsmál í borgarstjórninni nefna nafn Guðmundar Hannessonar, læknis og skipulagssnillings og Guðjón Samúelssonar og fleiri. Borgarfulltrúi Elsa Jegmann minntist á það, minnir hún hafi sagt að spurt að því hvernig borgin getur knúsað fólk, það sem er frábærlega vel að orði komist. Og hún fór hér ágætlega yfir þessa helstu þætti sem eru nefndir í kaflanum borg fyrir fólk. Og Sóli Tómasdóttir fór ágætlega hérna yfir það minntist á og talaði fyrst og fremst kaupmanninn á horninu og gat þess sem er líka mín tilfinning að þegar talað við borgarbúa að þá sakna eiginlega allir, eða þeir segja allir að þeir vildu helst hafa þannig þjónustu að maturverslanir og verslanir væru inn í hverfunum þeirra. Þannig að það er að mínum mati alveg skýr ósk borgarbúana og það er síðan önnur saga hvernig þessi verslunarsaga hefur þróast hér í Reykjavík. Borgarstjórinn minntist á ýmsar skondnar og stundum svolítið leiðinlegar þverstæður hérna í borgarskipulaginu, hinu bílmiðaða skipulagi. Það er alltaf verið að hvetja fólk til að passa sig á bílunum en sjaldan verið að hvetja bílana til að passa sig, eða passa fólkið að passa sig á fólkinu og það þykir sjálfsagt að plompa, svo ég vitni orð rétt í borgarstjóran, gámum á gangstéttar en ekki á götur, þannig að það er einhvern veginn eins og gangstéttar og svæði hinna fótgangandi og vegfarenda mæta alltaf afgangi þegar á reynir. Og að lokum hérna aðeins verslanir að þá í sambandi við nostalgíun og verslanir að þá er einn þáttur reyndar í þessu sem að kannski hefði mátt koma hérna fram og hann sá að þá kom fram í McKinsey skýrslunni margumræddu að hér í Reykjavík og hér í Íslandi 3 sinnum meira verslunarhúsnæði per íbúa heldur en eiginlega nokkru öðru landi og það þýðir að einhvern veginn virðast markaðslögmálin ekki gilda hér á landi eða þá að við höfum óbúslega lélega neytendur eða óbúslega lélega kaupmenn og það er kannski ef að væri hægt að hafa eins og 3 sinnum færri fermetra fyrir hvern íbúa svo við hefðum þetta líkt og á Norðurlöndunum þá væri kannski hægt að ná verðunni niður og væri meiri möguleiki að reka matvörubúðir í hverfunum. En svo nú nokkur dæmi til svo sem. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég þakka bara aftur fyrir þessa umræðu, það var fín umræða og þakka líka starfsfólki skipulagssviðs fyrir frábæra vinnu að þessu öllu saman. Það hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið.